Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Herra forseti, ólögmætum skipun dómara getur leitt til þess að dómar hans verða ómerktir, eins og var nú í nýlegum dómi Evrópudómstólsins. Þetta þýðir að það réttar óvissa varðandi þá dóma sem að þeir dómarar sem hafa ólögmætt að þann hátt verið skipaðir í dóm, bara réttar óvissa alla þeirra dóma í framtíðinni. Og hefur núna strax Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson lögmaður lagt fram kröfu í Landsrétti Arnfríður Einarsdóttur dómara við dómstólinn víki sæti úr dómsmáli sem henni hafði verið úthlutað vegna vanhæfis. Jafnvel þó að henni verði ekki vísað til hliðar, þá samt sem áður eftir að hún þá fellir dóm hægt að kæra þann dóm til Hæstaréttar og ef hann gerir ekki til máli þá hægt að kæra til Mannréttindadómstólsins í Strassborg. Sem getur þýtt að allir dómar þessara dómara verða ólögmætir. Það réttaróvissa. Það mjög alvarleg réttaróvissa. Hvers vegna skiptir þetta máli? Jú, vegna þess að þetta varðar réttaröryggi landsmanna. Það varðar það að við höfum rétt að koma fyrir sjálfstæða, óvilhalla og óháða dómstóla. Því að skipta. Ráðherra segir sjálfur í Kveikum daginn í sjónvarpinu, með leyfi forseta, dómarar þurfa líka að vera sjálfstæðir í sínum störfum gagnvart öðrum dómurum. Og þá mjög mikilvægt að það sitji ekki í hæfnisnefndinni sem að velja dómara, aðrir dómarar. Það enginn að fara að segja dómurum hvernig þeir eiga að dæma utan réttarins, en dómarar geta verið í þakkarskuld við einhvern annan dómara þegar þeir eru að dæma. Og þá segir fyrirspyrjandi Helgi Seljan, eða ráðherra. Ráðherra svarar, með leyfi forseta, eða ráðherra, já ég meina, jú, en þú veist, en jú, það getur verið þannig líka. Hún viðurkennir það að dómararnir gætu verið í þakkarskuld við hana fyrir að hafa skipað sig. Og það grundvöllurinn fyrir því að það sé ekki til staðar þá óvilhallir eða óháðir dómarar. Mér langar í rauninni bara að gefa dómsmálaráðherra tækifæri til þess að segja landsmönnum hvað hún hyggst gera í þessari grafalvarlegu stöðu. Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, já eins og fram hefur komið í fréttum þá hefur lögmaðurinn í dómsmáli ákveðið að láta reyna á það hvort að einn dómari við Landsrétt sé hæfur til starfans og ég veit ekki betur en að það verði tekið til umfjöllunar í réttinum minnst þessa viku og úrskurða sjálfsagt mjög fljótt og væntanlega þá í kjölfarið fer málið til Hæstaréttar og ég tel ekki rétt að ég að minnsta kosti, nú verður hver auðvitað hér í þessum þingsal að leggja sjálfum sér línurnar, en mér tel ekki rétt að ræða dómsmál í rauninni hér innan hús. Ég hef hins vegar sagt þetta. Það liggur fyrir dómur Hæstaréttar að ráðherra hafi ekki rannsakað málið nægilega vel þegar að kom að skipun eða vali á dómara og á það hefur verið bent ítrekað og ég árétta það enn og aftur að það að ræða matskennda reglu stjórnsýsluréttarins. Það ekki það að ræða að dómarar við Landsrétt að það séu ekki skipaðir með lögmætum hætti. Hér var fylgt auðvitað lögformlegu ferli, þeir eru skipaðir lögum samkvæmt í samræmi við lög sem ákaflega skýr sem kveða á það að ráðherra leggi tillögu fyrir Alþingi og í þessu tilviki var það sérstaklega áréttað að ráðherra skyldi leggja tillögu dómaraefni fyrir í þessum efnum hvort sem að ráðherra hefur fylgt tillögu hæfnisnefndar eða ekki. Í framhaldinu tók Alþingi ákvörðun, hafði þá þann kost að annaðhvort samþykkja tillögur ráðherra eða hafna þeim. Og eins og menn þekkja hér gjörla mjög vel hér í þessum sal, þá samþykkti Alþingi tillögur ráðherra og skipunarbréf voru í framhaldinu send forsetanum undirrituð af ráðherra og forseta. Þannig að það ekki það að ræða mínu mati að dómarar hafi ekki verið skipað með löglegum hætti. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, já það ekki að mati dómsmálaráðherra að hlutirnir hafi verið einhvern veginn öðru seldur en dómsmálaráðherra heldur. Það hæstvirtur, það ekkert nýtt með það að varða. Aftur á móti hafa sérfræðingar núna verið að benda á að þetta réttaróvissa. Og það réttaróvissa þegar dómsmálaráðherra ekki sammála sérfræðingum í þessu. Til dæmis þetta var Skúli held ég hann heiti, hann var skrifstofustjóri EFTA-dómstólsins og EFTA-dómstóllinn hefur þurft að taka á sambærilegu máli og þetta mjög einfalt. Ef að þú getur ekki verið viss samkvæmt réttaröryggi borgaranna, rétti borgaranna koma fyrir óvilhalla,
óháða dómstól sem þú getur ekki tryggt í þessu máli, að þá það réttarstaða borgarans og réttarríkisins sem á að vera í fyrirrúmi en ekki staða dómsmálaráðherra sem hefur ákveðið að keyra yfir á rauðu ljósi sitt fólk inn í Landsrétt og kannski klessukeyra réttinn á sama tíma. Þannig að þetta var bara tækifæri fyrir dómsmálaráðherra að segja landsmönnum hvernig hún hyggst bregðast við þessu máli. Það virðist ekkert vera sem ráðherra hefur í hug hvað hann ætlar að gera til þess að laga þessa stöðu, en kannski hefur ráðherra eina mínútu núna til þess að impra eitthvað á því. Tekur til máls öðru sinni og svarar óundirbúinni fyrirspurn hæstv. Dómsmálaráðherra. Virðulegur forseti, ég vísa hér algerlega á bug ómálefnalegum og órökstuddum fullyrðingum hér það að ráðherra sem hér stendur hafi skipað í réttinn svokallaða sína menn, eins og hv. þingmaður nefndi hér í ræðu sinni. Ef hv. þingmaður nú að vísa til einhverrar réttaróvissu sem kann að vera uppi að mati hv. þingmanns réttmæti eða stöðu þessara dómara, nú þá það bara ágætt að úr því verði skorið, og ég veit ekki betur en að það sé verið að fjalla það í Landsrétti og mögulega þá í framhaldinu af Hæstarétti innan tíðar, og þangað til að þá mun ég ekki tjá mig mál sem rekin eru fyrir þessum dómstigum.